meistarana á ferð. Við erum búin að vera að fara allt landið og svo hérna, það var svo skemmtilegt að við höfum aðstöðu til að koma hérna í Skagafjörðinn og kíkja á ferðaþjónustubíli sem býður upp á marga hluti. Ég var svolítið imponeraður yfir þessu og vildi endilega fá svona smá viðtal og kynna þetta fyrir INN, sem sagt, fólkinu. Þetta nú ekki hefðbundinn kokkaþáttur en við erum alltaf að breiða út á vananum og höfum gaman af hérna, skal ég segja ykkur frá nýjum hlutum. Jú, það hérna veitingastaður hérna og hann selur mat fyrir hópa og svona, þannig að mér langar fyrst að byrja á þarna hvar við erum staðsett og svona og hvað þetta heitir og nafnið. Þú ert hérna þú ert vinnumaður, þú ert sonur hjónanna sem eiga þetta. Já, það passar. Já. Og ég hafði svona gaman að því þegar við vorum að fatta að tala um þetta hérna, að þú ert eiginlega fæddur inn í þetta. Þetta byrjaði á 3 árum áður en þú fæddist. Já, það má segja það. Já, svona fyrstu hérna. Já. Og hvað þú heitir aftur? Finnur heit ég. Finnur. Já. Og þú ert hérna, hvar erum við stödd? Við erum stödd á Bakkaflöt, Skagafirði. Bakkaflöt í Skagafirði. Og þá var alltaf gott að þetta sést allt land hérna á INN, þá er gott að vita svona hvar Bakkaflöt hvernig kemst maður hingað? Við erum sem sagt hérna 11 km inn á Varmahlíð, sunnan í Varmahlíð. Já, við komum hérna niður heiðina eða við komum að sunnan? Já, niður Vaskarið. Já, og beygjum vitlaust? Já, greinilega. Ef við farið til Akureyrar, þá förum við hérna áttina Varmahlíð, en þá beygjum við hinna áttina. Já, beygjum til hægri rétt áður við komið að Varmahlíð. Já, þetta er svona imba-lýsing. Já, ertu ekki sammálaðið? Já. Og þú keyrir bara smá hérna tíma og þá kemur skilti sem stendur á. Já, þetta er vel merkt með skiltum og svoleiðis. Já, Bakkaflöt. Já, útlendingarnir, þeir náttúrulega horfa bara á vegnúmerinn. Já. Þetta er hérna 752 hérna vegurinn inn eftir. Já. Og er sprengisasleið. Náttúrulega. Líka? Já. Ef við höldum áfram inn úr hérna þá bara förum við Sprengisand. Já. Svo getum við farið upp á Kjöl bara hérna líka beint á móti. Þannig að þetta er svona ágætis tenging. Já. Og svo líka sko áður við fer að spurja hérna, þá langar mér að spurja húsakynni hérna. Já. Því að þetta er ansi, já ég segi þetta sé bara ansi stórt og mikið. Ég hafa búið að segja mér svolítið frá þessu. Þetta er miklu starra. Þetta eru hérna, hvað er mikið gisting hérna til dæmis? Þetta er orðið eitthvað hátt í 30 gistirými. Og hvað þá margur hvað geta það margir gist? Þetta er svona 45 sem að geta gist ef að það raðast vel og nýtist vel þannig. 45? Já. Svo er náttúrulega líka hérna tjaldstæði? Já, svo er tjaldstæði hérna bara á staðnum. Já. Svo erum við með litla sundlu og 2 heita potta hérna fyrir gesti. Já. Heyrðu, þetta er hans, og svo er hérna matsalinn sem við erum staddir í núna. Já. Og hann tekur 50-60 manns? Já. Alveg leikandi það. Já. Þú sagði mér líka að hérna, ef við bara byrjum á matsalum hérna, skal ég segja að þið takið við hópum. Já. Og þú sagðir, við komum hérna í kvöld svona 8-lítið, það var bara fullt af fólki hérna í salum. Já. Og þetta er svona, það var ekkert bandað. Er samt fullt af fólki? Já, það er náttúrulega pantað í gistingu sko. Við áttum náttúrulega von á öllum þessum í gistingu en svo veit maður náttúrulega aldrei hvað er í mat. Nei, en það er eiginlega þannig þeir sem koma og gista á hótelinu eða gistir í mánum. Kallar þetta eiginlega ekki hótel, er það? Nei, þetta er gistiheimili með gistihúsum hérna fyrir utan. Já. Sem sagt í þessu húsi eru öll herbyggin með sameiginlegu baðherbyggi og þá náttúrulega heitir þetta gistihús. Já. En svo náttúrulega þessi smáhúsi sem er verið búið að bæta við hérna, það er náttúrulega allt með sér baðherbyggi. Já. En samt er náttúrulega ekki hægt að kalla það hótel. Nei. Þetta er bara svona. Já, svona eins og í sveitinni bara. Já. Og þá koma þær hérna inn og fá sér að borða og ég tók mitt eftir því að hérna flottur matseðill og þeir eru með enga sprenglarða kokka hérna. Þeir eru bara með fólki úr sveitinni eins og þetta er bara yfirleitt í svona sveitum. Það er alltaf langbest held ég. Já, og súpu dagsins með heimabökuðu brauði, óbakað þorskur, lambafilli og svo er hægt að fá svona tilboð 3-réttað og svona
og þú sagðir við sko erum ekki með hambúrgara. Nei, þetta bara reynt að hafa þetta einfalt og... Sem bara mjög sniðugt. Og náttúrulega, þetta náttúrulega aðalega útlendingar í mat. Já. Og þeir eru sjaldnast að spá í að kaupa hambúrgara og franskar og pítsur sko, þannig að það bara ekkert í boði. Það líka eins og ég segja á svona stöðu það bara önnur deild. Já, í rauninni. Og bara sniðugt hjá ykkur að vera ekkert að flækja hlutina sko, menna fólki að sækjast eftir öðru eftir einhverjum voðalega fjölbreytileiki í mat, þegar að sækjast eftir ferðaþjónustunni. Já, jú. Það má segja það. Já, það má segja það. Og heyrðu, síðan förum við aðeins út í ferðaþjónustuna. Það stórpartur af þessu river rafting. Já. Það byrjaði eitthvað í kringu 94. Já. Og þetta hefur náttúrulega bara aukist milli ára og ég held að þetta sé nú að verða svona, bara staður er mjög þekktur fyrir það. Já. Þið komið og fáið ykkur gistingu eða bara eru þið á dagsferð og hvernig byrjuðu þið? Og eru þið sett í galla? Já, fólk náttúrulega, það bókar náttúrulega með einhverjum fyrirvara og við erum bara stíla inn á ferðir við erum að fara í þessar 2 ár, vestari og austari Jökulsár. Tókuð fjölskylduferðin? Já, það er vestari áin og þetta er mælt í stigum. Já. Og svona erfiðleikastigum. Já. 5 er það mesta og vestari 2+, þannig að hún er svona freka létt. Og náttúrulega alveg hægt að fara með niður í 10 ára í þá á svona eða með foreldrum. Já, fer fjölskyldan með bara foreldrar og amma og afi? Já, þess vegna. Já, ég er nú svo frægur að vísu ekki þess á, þá fór ég með honum háaldruðum föður mínum, hann var þá eitthvað 76 ára. Já. Ég var rúmlega 50 og við lifðum ferðina. Já. Það sjálfsögðu. Ég meina, hvað hefur séð svona elst? Það hefur verið, hvað var hann gamall segirðu? Hann var svona 76 ára. Já, ég held að það nú... Þú slegið við? Já, það hefur verið komið á 81 og fóruð með konu fyrir nokkrum árum sko. Já. En við vorum þú ætlaðir að segja okkur hvernig svona gengur fyrir sig. Tökum bara 2+ sem er lettast. Já, þá er náttúrulega að byrja að galla sig upp og svo er keyrt svona 25 mínútur upp eftir. Já. Það sem er farið út í og það er náttúrulega svolítið öryggisræða og tekur tíma að fara út í. Já, það er fólki, sko, Árbakkan, þá er bara haldinn svona eins konar námskeið í öryggi, hvernig fólkið á að haga sér. Já, hvað það gerir að þetta eftir út í og hvernig það bregðast við og hvernig það getur hjálpað félagunum upp og svoleiðis og þetta tekur alltaf 25 hálftíma bara að hafa sig út í og strekkja á vestum og svona. Og svo er þetta svona 1 til 1,5 tími í ánni með stoppum. Það er stoppað fyrst við heita uppsprettu sem kemur upp sitt hvorum megin við ána. Já. Og það er boðið upp á heitt kakó upp úr heita vatninu. Og það er bara sett duft í glas og svo bara drukkið heitt kakó. Bara í miðri ferð. Já. Það er bara veitingar í leiðinni. Já. Það er smart. Og útlendingarnir, þeir eru mjög ánægðir með þetta. Það er svona fyrst þetta athyglisvert sko. Já. Og svo stoppum við á öðrum stað þar sem er eitthvað 3,5–4 metra á klettur og bjóðum alltaf fólkinu að stökkva og njána þar. Já. Og það er náttúrulega mjög vinsælt hjá sumum, sérstaklega Íslendingunum. En hafa ekki menn bara frósið og hræddir og það fara ekki allir? Í að stökkva? Já. Nei, það er nú ekki allir sem stökkva sko, en það er meirihlutinn. Það er meirihlutinn? Já. Fólk ræður því náttúrulega. Og þeim eru ekki hringt fram af? Nei, við gerum það nú ekki. Nei, og svo getur það komið fyrir að ykkur er frjósi og vilja bara vera með og í bátunum. Þá er það bara allt í lagi. Já. Ég man eftir því þetta gekk svo vel hjá okkur þegar ég fór þetta. Gekk svo vel að menn voru ekkert þá voru þeim meila bara því það var svo mikið fjör í bátnu hjá okkur. Þá voru bara menn að henda úti svo þeir dytti út fyrir og til að skapa meiri stemningu. Já. Það er alls konar svona leikir. Já, það er náttúrulega bara sem að fólkið þá skapar sjálft í sínum bát sko. Já. En og þetta er náttúrulega rosalega misjafnt eftir hópum hvernig stemmingin er. Já.
Og þeir náttúrulega vanur gæti eins og þið eru með, þið lesið alveg í hópin hvað má og hvað má ekki. Já, en þú byrjar ekki á því að henda liðinu. Nei, við gerum það nú ekki, sko. Og þú verður og gætarnir verða nú vera svolítið traustvekjandi og ábyggilegir. Og það er líka öryggið fyrir öllum. Já, þetta náttúrulega verður að vera allt öruggt. Já. Að tala hérna Nepalana, það eru starfsmenn hjá þér og þeir eru líka svona öryggiskallar og gætar? Já, það passar. Þeir vinna við þetta allt árið í rauninni, þeir vinna allan veturinn við þetta úti og svo út af þessu monsúntímabili sem er þannig á vorin, það gerir það verkum að það ekki hægt að sigla ofnar á sumrin. Þannig að þeir eru að fara til annarra landa og leita sér vinnu og hafa verið svolítið í okkur, þessi strákar. Og þetta sömu mennirnir sem hafa komið ár eftir ár? Já, það eru allavega 2 hérna núna, þeir eru 15 sumarið. Yes, þá þetta alveg vanir kallar og veit alveg hvað að segja, sko. Enda ekkert annað hægt. Og það eins og fólk ofta að spá í þaðan, sko, en þá náttúrulega það eru fáir staðir í Evrópu sem eru með svona svipaðar ár eins og Austaráin er, sko. Já, og talaði bara nabílísku? Nei, þeir náttúrulega tala einsku. Ekki íslensku? Nei, það er svona, sumir vilja læra og Já. En og þú sagði mér nú líka skemmtilega ferð þegar þeir fóru í frí, þá fóru þeir í Goðafoss og letu þessu húrra fram á 14 metrum, er þetta rétt? Já, þeir svona á frídögunum þá vilja þær helst fara og sigla ykkur á fossa og svoleiðis, sko, á kajakunum. Og má fara í svona leiðangur og fara að henda sér niður 14 metrar? Mér finnst þetta svo ótrúlegt. Já, menn eru náttúrulega bara á eigin ábyrgð. Já. Og það náttúrulega ekkert hægt að banna mennu það. Nei, en líka þeir eru náttúrulega að vita hvað þeir eru að gera og búin að gera svona og þetta finnst þið gaman, þetta er þeirra hobby. Já, það er bara svoleiðis. Já, menn eru að klifra í klettum og henda sér fram á björgum og hvað þetta er bara þeirra stíll. Já. Heyrðu, þú varst að segja mér að þegar þú var búið að fara niður ána og það tekur 1,5 tíma, er það ekki? Jú, í Vestari. Í Vestari, já. Við vorum að tala um fjölskylduferðin svona léttari. Já. Það er svo margar útgáfur á þessu. Já. Það tekur 1,5 tíma og þið keyrir niður flúðir og Askam, ekki? Jú, þetta er nú voðalega svona róleg og þægileg sigling, Vestari gilið. Já. Og hvað margir á bát? Það er svona 6 til 8. Já. Og er einhver skipstjóri eða? Já, það er náttúrulega gæti í hverjum bát. Já, hann er skipstjóri. Já. Og eru þið með stýrimann og þið stjórnið líka hvernig ná að? Nei, svo verður fólk náttúrulega bara að róa. Já, og þá kallar þú bara meira stjórnborða og meira á bakborða? Áfram og aftur á bak og hægri aftur á bak og vinstri áfram til að snúa og svoleiðis. Já. Og þetta er allt bara að fara vel yfir þetta áður en farið á stað út í. Já. Og fólki raða svolítið á bátana eftir hvað það er, sko, meiri ábyrgð eða meiri kraftur eða hvað. Já, við reynum ofta að stýra því. Já, ég skil. Og það sé ekki bara krakkar, ungir krakkar öðrum megin eða fullorðið, við bara reynum að raða þessu þannig að þetta sé jafnt. Og hvað fara margir bátar í einu oft? Við erum með 11 báta núna. Ekki fara 11 bátar í einu? Já, það kemur fyrir. Það kemur fyrir. En þeir farið kannski með 1 bát uppi, hvað er algengast? 2, 3, 4 bátar? Já, þetta er náttúrulega oft verið að fara með 1 bát bara. Já, oft líka. Þá er náttúrulega alltaf líka öryggiskajak með. Já, sem að fylgir með ef eitthvað skeiður á leiðinni. Já. Öryggi fyrir öllu. Já. Heyrðu, síðan sko, ég hvet ykkur áhorfendur góður á INN. Hann sagði mér líka að því við erum svo heppin og eldhúsmeistarinn hafa mikið hort á okkur og þið eru líka svona ferðast á sumrin og svona að koma og fara að fá okkur river rafting og hann sagði við mig líka að
þetta eru sko mikið af Íslendingum og þeir koma bara meðan dag og fara svo aftur, þetta er ekki endilega að gista hérna. Nei, það nú kannski bara 40% af liðinu sem að kemur hingað, það gistir. Já. Og líka Íslendingarnir eru meira á ferð, þær eru að fara að ráða og þetta er ekki allur dagur, þetta er partur úr degi og menn skipuleggja sig og svona og sumir hafa komið kannski einu sinni að tvisvar ofta. Já, ég veit sko, hún einn hópur sko, hann kom hérna 8. sumar í röð, þetta var bara orðið álegt og svo bættist alltaf í hópin, þetta var orðið hérna, kom alltaf sömu helgina í júlí og hérna voru á tjaldstæðinu og fóru svo austari og hérna stoppuðu svo 2 nætur. Þetta er hérna, því að sú ferð er náttúrulega þannig, hún er náttúrulega aldrei eins og fólk fær ekkert leið á því þá farið þannig einu sinni 2 ára á sumri. Og svona, ef menn vilja skoða þetta betur þá er hægt að hafa marga styrkleika, fjölskyldur og 1, 2, 3 og ef þetta sé einhverjir naglar þá er þetta að fara naglaferð og svo er þetta að fara svona fjölskylduferð með börn. Já, í rauninni eru náttúrulega, við erum bara að bjóða upp á þessar 2 ferðir. Já. Og það er þessi vestari sem við vorum að tala áðan og þessi austari sem er náttúrulega... En þú sagðir eitthvað 1, 2, 3 stíg? Já, sko, þetta er bara skalinn á erfiðleika stígi fyrir rifjarrafting. Já. Hann er upp í 5, það er það mesta sem er farið með kunna niður. Já. Og austaráin, hún er 4+, þannig að hún er svolítið náttúrulega krefjandi og erfið. Já, þannig að það eru svona einn er erfiður og hinn er lettari. Já. Já, ég skil. Ok, heyrðu, nú erum við búin að fá miklinn fróðleik á þetta og hérna, það koma myndir af þessu hérna, og sagt frá þessu, þetta er svolítið spennandi. Síðan sagður mér líka að þið værið með á vorin, þá værið þið með svona skólahópa. Já. Segðu okkur frá því. Það er þó nokkuð mikið af skólahópum sem að koma hérna í maí og það er sem sagt bara 10. bekkingar sem er að útskrifast. Já. Og við erum sem sagt að skipuleggja fyrir þau í ýmsar aðþreyfingar og það er náttúrulega fara allir í rifrafting sem að koma hérna í vestari og svo eru bjóðið upp á paintball hérna líka á staðnum. Já. Og svo útbyggum við hérna svona væbótbraut eða svona þrautagarð hérna fyrir nokkrum árum og það var náttúrulega bara gert fyrir þessa hópa. Já, þetta er svo vilsam með krakkana, já, er ekki svona hreistikeppnir alls konar? Jó, þetta reynir á, já. Og hvað komaðu, sofaðu 1-2 daga eða? Það er hérna, sumir hópanir alveg upp í 3 nætur sko. Já, 3 nætur, og það er bara dag. Og hvað eru þau stórir? Það er alveg frá bara 5 og upp í yfir 100 mann sko. Já. Og þá eru... Og þetta eru hópa, þú sagðir að þetta væri bara upp úr miðjum maí og fram í júní? Já. Já. Svona út fyrstu vikuna í júní. Já. Og svo eru við líka hérna í samstarfi við og hérna skotfélag Ósmanns. Já. Og það fer hérna hópanir farað þanga, skjóta á leirdú og rifflum og boga. Já, og boga líka. Já, já. Og skjóta hreindýr í boga? Nei, þeir fá nú reyndar ekkert að skjóta neitt lifandi sko. Nei, þetta er svona djókið. Já. En segðu mér líka hérna, þú sagði mér líka að þið væri með svona hækingverði fyrir Íslendinga, þá keyrðu þau inn í fjöllin hérna og hérna með leiðsögn. Já, við erum aðeins að þjónusta svoleiðis hópa og þá er það náttúrulega Austurdalur sem er svona mest vinsæll að labba í honum, labba í Merkigilið og fara inn í Ábæ þannig kirkja þannig lengst inn í dalnum. Já. Og svo eru sumir hópar sem vilja labba niður allan dalinn og þá þarf að keyra þeim hérna upp á hálendið, hérna upp á Laugafjalli sem er bara rétt austan við jökul. Og þau hérna labba svo niður dalinn. Og svo þegar koma einhverjar séróskir með einhverjar ferðir þá bara redda því. Það er bara sérsauma fyrir þá. Heyrðu, þetta er búið að vera ansi fræðandi. Mér langar svona á lokun líka svona, þú veist, þetta er búið að ganga vel. Þú er búin að segja mér að þetta er búið að ganga vel undanfarin ár, hefur verið svipað. Hvernig sérðu næstu 5 ár fyrir þér? Hérna, er eitthvað ætlaði að breyta upp okkur nýju? Nú hefur verið að tala norðurljósin og nýta veturinn betur og þeir eru bara opin? Já. Það er náttúrulega alltaf verið að reyna að lengja tíman einhvern veginn og það náttúrulega kemur alveg sterklega inn að hérna... Er ekki falleg norðurljósa fegur hérna? Jú. Svona yfir háveturinn. Já. Og líka sko hópar sem vilja ferðast á veturnar, þið eru ekki með snjósleða eða neitt svoleiðis, það kemur kannski? Nei, það er reyndar ekki í boði, en hérna, það er ein sleðalega hérna
út á Sauðárkrók og það er náttúrulega skíðasvæðið það líka. Já. Svo er náttúrulega skíðasvæðið nástaðar í kring. Mikill snjór hér á vetrum? Nei, þetta nú frekar snjólétt akkurat hérna sko. Já, meira upp í fjöllunum. Já, og svo náttúrulega eins og þegar kemur út í fljótin hérna, út á austan. Já. Og þú ert búinn að vera eiginlega fæddur inn í þetta og þú ert ungur maður og serð fram á flotta hluti og þú ætlar að starfa bara í þessu og þú ætlar að vera í þessu þannig til þú dyrð. Já, maður veit náttúrulega ekkert það. En þetta er mjög gaman, ég heyri ekkert annað í þér en að þú ætlar að vera við þetta eitthvað áfram og þetta er gaman. Þetta er mjög lifandi starförugla og mikið að ske og hittir mikið af fólki og svona, menna, þetta er veitingastaður, þetta er gisting, þetta eru ferðalög og alls konar rettingar og þú ert hérna sonur hjónanna sem stofnuðu þetta og menna, eru þið fleiri hérna, sískinin eða sem eru þið að reka þetta eða eitthvað svoleiðis? Já, systir mín er hérna á staðnum og þetta er svona fjölskyldufyrirtæki bara. Já, en hvað er þín sérgrein í þessum bransa? Mín? Já, er það bátarnir? Nei, maður er nú bara svona að snúast í... Bara það sem maður þarf að gera? Sem maður þarf, já. En þú ert norðurlendingur? Já. Heyrðu, við bara þökkum rosa fyrir, þetta er búið að vera ansi fróðlegt og hérna, við þökkum bara kærlega fyrir og gangið svakalega vel. Takk fyrir.